Friedrich Merz, leiðtogi kristilegra demókrata, verður að öllum líkindum næsti kanslari Þýskalands ef marka má útgönguspár eftir þingkosningarnar í dag. Og harðlínu hægri flokkurinn Alternative for Deutschland næstum tvöfaldar fylgi sitt samkvæmt þessum útgönguspám. Nýr borgarstjórnarmeirihluti skoðar að gera kjarasamning við kennara án aðkomu sambands sveitarfélaga. Borgarstjóri segir í því ekki felast neina hótun. Forseti Úkraínu segist reiðubúinn að segja af sér í skiptum fyrir NATO-aðild. Rússlandsher gerði í nótt sína umfangsmestu drónaárás frá upphafi stríðsins. Við erum enn að reyna að átta okkur á hvað gerðist, segja Vibe-bræðurnir sem unnu söngvakeppnina í gær með laginu Róa. Gott kvöld. Flest bendir til þess að Friedrich Merz, leiðtogi kristilegra demókrata, verði næsti kanslari Þýskalands. Útgönguspár sem voru birtar síðdegis eftir að kjörstöðum var lokað gefa til kynna að flokkur hans hafi fengið flest atkvæði eftir þingkosningarnar í dag. Björn Malmquist, fréttamaður okkar, er við höfuðstöðvar kristilegra demókrata í miðborg Berlínar. Björn, hvað segja tölurnar okkur núna? Já, það má allavega gera ráð fyrir því að fólk hérna innandyra í húsinu fyrir aftan mig hafi brosað þetta á eyrum þegar þessar tölur voru birtar fyrir 2 tímum í þýskum sjónvarpsstöðvum, þar að segja útgönguspárnar sem að ZDF birti klukkan 5 að staðartíma. Það er sýndu að kristilegi demókratar eru sigurvegarar kosninganna með í kringum 30%, bæta við sig kannski svona 4-5% stigum frá síðustu kosningum 2021. AfD, Alternative for Deutschland, harðlínu hægri flokkurinn með 20%, tvöfaldar sitt fylgi, og sósíaldemókratar sem að leiddu síðustu ríkisstjórn eða núverandi ríkisstjórn, þeir tapa talsvert miklu fylgi og bíða eiginlega bara það mesta afhróð sem þeir hafa beðið síðan í stríðslok á síðustu öld. Þessu var vel tekið í höfuðstöðum CDU, þar að segja kristilegra demókratin hérna fyrir aftan mig, sem og í höfuðstöðum Alternative for Deutschland, annars staðar hérna í Berlín. Við skulum byrja á því að heyra hvað leiðtogar þessara tveggja flokka höfðu að segja við þýska sjónvarpið núna fyrir klukkutíma síðan. Wir haben einen sehr harten Wahlkampf geführt. Dieser Wahlkampf ist trotzdem richtig notwendig gewesen, auch in der Auseinandersetzung um die wichtigen und großen Themen unseres Landes, um die Wirtschaftspolitik, um die Migration, um die Außen- und Sicherheitspolitik, um die innere Sicherheit. Aber jetzt werden wir miteinander reden und es geht vor allem darum, so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung in Deutschland wieder zu schaffen mit einer guten parlamentarischen Mehrheit. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, die Welt da draußen wartet nicht auf uns. Unsere Hand wird immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung, den Willen des Volkes, den Willen Deutschlands umzusetzen. Wir sind bereit für eine Regierungsbeteiligung. Unsere Hand ist immer ausgestreckt, den Willen des Volkes umzusetzen. En Björn, það óvissa með litlu flokkana, ekki satt? Jú, þar óvissan, þar liggur óvissan og þar liggur kannski spenningurinn í því að fylgjast með þessum niðurstöðum. Það komnar svona fyrstu framreiknuðu tölur af svona fyrstu talningarniðurstöðum sem hafa verið að birtast núna síðast fyrir hálftíma. Þar kemur fram að Die Linke eru vel komnir inn á þing með 8,7%, en óvissan með frjálslynda demókrata og flokk sem heitir Bündnis Sarah Wagenknecht. Þessir tveir flokkar að dansa svona í kringum 5%, en sem þröskuldurinn á því að koma að þingmönnum á þýska þinginu Bundestag. Ef að það gerist, þá talsvert óvíst að Friedrich Merz takist að mynda meirihlutastjórn. Eins og stendur núna möguleiki að hann geti myndað meirihluta með sósíaldemókrötum, en það mjög tæft og það verður spennandi að fylgjast með þeim hvernig þessar tölur þróast í kvöld. Takk fyrir þetta, Björn Malmquist í Berlín. Og velkomin til okkar, Ragnar Hjálmarsson, þú doktor í stjórnarháttum og þekkir vel til í Þýskalandi, hefur búið þar árum saman. Miðað við þessar útgönguspár, þá eru sögulega stóru flokkarnir nokkrir að gjalda afhrótt. Hvað skýrir það? Sko, kristilegi demókratar eru sennilega að fá sína næstverstu kosningu sögulega, og það sem að Friedrich Merz lagði upp með var að flokkurinn hefði færst of langt til vinstri eða að miðjuna hjá Merkel.
og hann vildi færa hann mun aftur til hægri eins og hann var og það virðist hafa bitið svolítið í skottið á sér. Hvað varðar sósíaldemókrata, flokk kanslara Scholz, að hann að fá sína verstu kosningu, stefnir í það sögulega í meira en 150 ára sögu flokksins og það kannski sem að skýri það bæði það að ríkisstjórnarflokkar allstaðar í Evrópu og í heiminum hafa goldið þess að það hefur verið mikil verðbólga og við höfum séð það bæði hér á Íslandi og vestanhafs núna í nýlegum kosningum en það líka það að Scholz hann lagði með það upplegg að Þjóðverjar vildu stöðuleika og fyrirsjáanleika en skoðanakannanir hafa sýnt að 75% Þjóðverja vilja sjá miklar breytingar en það staða mála nokkuð knöpp í Þýskalandi nú undir. En má búast við eins og tölurnar líta út núna að það eigi eftir að taka langan tíma að mynda meirihluta? Það fer mikið eftir því hvort að þessi minniflokkar komast inn eða ekki. Ef að bæði frjálsir demókratar og búndi Sara Wagenknecht kemst inn að þá tveggja-flokkastjórn ekki möguleg. Og það mun taka lengri tíma. Síðustu kosningum þá tók það 10 vikur að koma saman stjórn og í þar síðustu kosningum tók það 6 mánuði. Þannig að Friedrich Merz hann hefur sagt að hann vilji mynda stjórn fyrir páska en ég held að það sé nokkuð bjartsýnt. Einmitt það. Bestu þakkir fyrir þetta, Ragnars. Mínur hana. Borgarstjóri segir möguleikan á að gera kjarasamning við kennara án aðkomu samband sveitarfélaga í skoðun en í því felist þó ekki nein hótun. Hún hefur þó enn trú á að sveitarfélögin sameinist samningaleið. Fyrsti kostur að sveitarfélögin semji í sameiningu, segir borgarstjóri. Hún, sem líka formaður stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga, lýsti því yfir á föstudag að hún væri fylgjandi tillögu sem sáttasemjari lagði fram á fimmtudag en stjórnin hafnaði henni. Kennarar höfðu þegar samþykkt tillöguna. Möguleikin á að Reykjavíkurborg semji sér við kennara verður skoðaður standi deilan í stað. Ef það ekki þokast neitt hjá sambandinu þá myndum við skoða það. Það engin hótun eða slíkt, það bara, okkur finnst þetta bara svo mikilvægt. Heiða segir ekkert hafa verið ákveðið og stjórn sambands sveitarfélaga hafi enn möguleika á að sameinast leið til að semja. Við höfum oft náð saman flókin mál og auðvitað þetta fjölbreyttir flokkar og bakgrunnur og ég hef ennþá trú að við náum saman. Engin tímamörk á því hvað borgin mun taka sér langan tíma að skoða möguleikan á sér samningi en forysta kennarasambandsins tekur ekki illa í þennan möguleika ef hún bætir kjör kennara. Megin markmiðið sé þó að allir kennarar á landinu fái sama samning. Og ef Reykjavíkurborg telur betri árangur nást með því að tala við okkur sér þá það þeirra möguleiki og við myndum þá bara taka það samtal en við auðvitað vonumst til þess að það verði heildarsamningur alla íslenskra kennara sem við klárum núna á næstu dögum. Nýr samningafundur hefur ekki verið boðaður nú rétt fyrir kvöldfréttir. Forseti Úkraínu segist reiðubúinn að gefa eftir forsetaembættið í skiptum fyrir frið eða aðild landsins að NATO. Á morgun eru 3 ár frá innrás Rússa og forsætisráðherra Íslands mætir á fundi í Kíev ásamt fleiri þjóðarleiðtogum. Rússlandsher gerði í nótt umfangsmestu drónaárás á Úkraínu frá því stríðið hófst. Alls skutu 267 drónum. Úkraínuher segist hafa skotið rúmlega helming niður. Á morgun eru liðin 3 ár frá innrás Rússa í Úkraínu. Og forseti Úkraínu hélt fund með fréttamönnum í dag. Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО. Bandaríkjastjórn hefur sagt að það sé ekki raunhæft að Úkraína gangi í NATO. Zelenski telur það nauðsynlegt til þess að tryggja öryggi Úkraínu til framtíðar. Hann segist vona að fundur með þjóðarleiðtogum í Kíev á morgun eigi eftir að skipta sköpum fyrir Úkraínu. Á meðal þeirra sem mæta á fundin Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra Íslands. 1 af hverjum 5 sem Barnavernd Reykjavíkur telur hafa beitt barn alvarlegu ofbeldi sætti ákæru á 15 ára tímabili. Félagsráðgjafi segir að sönnunarbyrðin sé þung. Barnavernd Reykjavíkur fær hátt í 400 tilkynningar ofbeldi gegn börnum á hverju ári eða 1 á dag. Félagsráðgjafi og deildarstjóri hjá Barnavernd rannsakaði afdrif alvarlegustu 113 málana þeirra sem vísað var til rannsóknar hjá lögreglu árin 2008 til 2023. Einungis 19%
grunaðra geranda þessara barna. Það var gefin út ákæra gagnvart þeim, einungis 19%, og svo eru 12% málana sem enduðu þannig að það var sem sagt kveðinn upp dómur í héraði. Algengasta tegund ofbeldisins voru barsmíðar. En einnig sáum við líka mörg dæmi það að börn hefði verið lamin með einhverju, svo sem með belti eða priki. Það voru einhver dæmi það að börn hefði verið lamin með stálröri. Það voru líka allnokkuð tilvik þar sem börn voru bundin niður, klipin, bitin, þrengt að öndunarvegi, þau hristi að þeim hreint, lokuð lengi inni eða þvingu til að vera lengi í sömu stellingu. Yfir 70% meintra gerenda var annarkvort mæður eða feður og í 13% tilvika voru það báðir foreldrar. 12% gerenda voru stjúpfeður. Alls voru 89 meintir gerendur í þessum málum. Einn var sýknaður, 7 fengu skilorðsbundinn dóm, 2 óskilorðsbundin, 4 voru dæmdir til að greiða bætur og engar upplýsingar fengust niðurstöðu eins málsins. Það svona svipað því sem ég átti von á. En hver heldur að ég sé ástæðan fyrir því að svona fá mál fara í ákæruferli? Ein ástæðan liggur sennilega í því að sönnunarbyrðin í þessum málum er þung. Það þarf að skoða þennan málaflokk betur. Ættu fleiri mál að fara í ákæruferli? Já, ég tel það. Allur gangur á því hvernig Reykvíkingum líst á nýja meirihlutann í borgarstjórn. Sumir hafa kynnt sér samstarfsyfirlýsinguna í þaula, aðrir síður og væntingar eru misjafnar. Mér finnst þetta svona óttalega margir flokkar kannski og ég kannski saknaði að meira sjá svona tillögur hvernig á að spara. Ég er bara voða lítið fylgst með því, þannig að ég get ekki sett mikið tillögum. Bara nýjar breytingar, já, bara til í þetta. Ég veit eiginlega ekki hver meirihlutin er. Veistu hvað flokkarnir eru margir sem myndan? Nei. Ég er ekki mjög meðvituð hverjir það eru. Ætlar að kynna þér það? Ég held ég þarf að gera það núna fyrst að þið eru að spyrja með þessu. Ég er ekki alveg búin að mynda mér skoðun, en ég veit ekki hvað skal segja. Ef það standa við stóru orðið þá er þetta bara stórfínt, sko. Þetta eru 5 flokkar, heldur að þeim gangi vel að vinna saman? Já. Ef það er allir sér að það gerist það. Bræðurnir í Væp unnu bæði símakosninguna og dómaravalið í söngvakeppninni í gær. Þeir sló ekki slöku við því strax í dag hófst undirbúningur fyrir Eurovision í maí. 93 stig! Og þar með sigrar Væp söngvakeppnina 2025! Þið eru mættir í hús? Við erum mættir í hús. Þetta gerist í Væpgleru? Ég held það. Fáðu þið Væpgleru. Ég held það. Heyrðu, allir á að tala saman. Hvernig lítur líf ykkar út? Heyrðu, þetta er bara geðveikt, bara sjúklega gaman. Ég er bara ógstánæður. Sko, ég var bara að vakna. Þetta er rosalegt. Ég veit ekkert hvað er að gerast. Ingi, er alvaran að taka við? Já, sko. Ég veit ekki, örugglega ekki, vonandi ekki. Ég er bara að sko, við viljum náttúrulega alltaf halda léttleikarum, sko. En er við ekki bara að gera gott úr þessu? Úr hverju? Að við bara að vinna? Og við ekki bara að gera gott úr þessu? Það verður ekki betra? Nei, ég held ekki, sko. Við erum í ykkur svona heila þoku núna, sko. Já, við erum ekki alltaf áttu hvað gerðist. Nei. Og þá beint á fund? Beint á fund. Ertu komið með okkur á fundin? Já. Já? Allir komið með. Þið veitir hvað að segja, stærra fundarherbyggi, betra fundur. Já, það er rétt. Þetta vita allir. Gott að vita. Pæli, við erum að lifa í tímalínu þar sem að Væp er að keppa í söngvakeppni. Nei, í Eurovision. Þetta er galið. Nú er ekkert söngvakeppni. Nei, söngvakeppni er búin. Og konudagurinn er í dag, háannatími í gróðurhúsum blómabænda. Í Skagafirði er rósabóndi sem handsnyrtir hvert og eitt blóm á gamla mátann og hefur gert í 25 ár. Það má segja að ég sé nyrsta rósaræktarstöð í heimi. Það er dálítið flottur titill. Já.
María hefur ræktað rósir á bænum Starrastöðum í Skagafirði síðan aldamót og eini rósabóndi Norðurlands. Hún segir eftirspurnina síst hafa dvínað með árunum og á dögum eins og konudeginum þá seljist hvert einasta blóm. Og það alveg sama hvað maður reynir að framleiða. Það eftirspurnin svo gríðarleg að það bara aldrei nú til. En rósaræktin ekki alltaf dans á rósum. Það eru ansi mörg handtökin að baki hverju búnti. Þetta allt handsnýrt hjá okkur og svona. Þetta eru dálítið mörg handtök fyrir þennan dag? Já, ansi mörg. Það eru sortera eftir hvað eru þykkar og hvað eru langar. Þetta sérst fer í stykkjavöru og svo þessi styttri og grenri fara í búnt, þessi hefðbundnu svona rósabúnt. María sinnir blómlega búskapnum með dætrum sínum en fyrir þær konudagshelgin fyrst og fremst vertíð í litríkum gróðurhúsunum. Ætlið þið að setja eitthvað í einhvern vönd í vasa fyrir ykkur? Ég efast að verður nokkuð eftir handa okkur. Það yfirleitt bara að skrapa hver einasta. Og þá skulum við líta til veðurs. Komið sæl. Við sjáum hér víðáttumikla lægð sem hefur haft áhrif á veðri hjá okkur. Skil sem kom inn á land í morgun og búið að rigna mikið fyrir austan. Hún svona heldur áfram til norðurs og það lægir hér sunnan og austan til fyrst en það verður svolítið hvasst sérstaklega norðvestan til fram á nótt. En síðan dregur nú vindi líka þar en við fáum svona norðanátt smá saman og það þýðir að það kólnar hjá okkur og sjáum hér hlýja tungu, milt hjá okkur í dag en bláliturinn svona fyrir að taka yfir smá saman og þá verður úrkoman svona mun falla sem snjókoma þá fyrir norðan en það dregur nú úr úrkomu hér syðra. En í fyrramálið þá verður komin norðanátt og nokkuð svona ákveðin hér vestanlands með snjókomu þá aðalega á Vestfjörðum en einhver úrkoma hér einnig á norður- og norðausturlandi en aðalega þá svona í rigning eða slitta en þurft hér sunnan heiða og þegar líður á daginn að þá svona bætir í vindinn í norðanáttina svona smá saman og það kemur meiri úrkoma inn hér inn á Norðurlandið en sunna til áfram svona ætti að hanga þurr á mestu. Gæti nú dregið einhverja snjókomu hér norðan til á Faxaflóasvæðinu kannski en sjáum að það frekar kalt. En síðan gengur þessi norðanátt niður og ágætis veður á þriðjudaginn, svona úrkomu lítið framan af og svona hitinn kannski svona yfirleitt yfir frostmarki við daginn. En síðan svona fáum við ákveðnari suðvestanátt og með éljum á fimmtudag á miðvikudag og fimmtudagurinn ósköp keimlíkur. En í Evrópu þá sjáum við að skilin sem voru yfir Bretlandseyjum í dag og með rigningu og vind að eru komin hér aðeins austar og það víða úrkoma hér sunnan til Skandinavíu og svo hérna í Frakklandi, Hollandi og svona norðvestan til og íberíska annars nokkuð mikið þrumuveður hérna við Ítalíu. En í Bandaríkjunum þar helst á hér úrkoma hér frá Flóridaskaga en annars lítið að frétta. Látum þetta gott heita. Verið sæl. Þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Friedrich Merz, leiðtogi kristilegra demókrata, verður að öllum líkindum næsti kanslari Þýskalands ef marka má útgönguspár. Sérfræðingur segir að stjórnarmyndun gæti orðið flókin og bjartsýnt að það náist að mynda stjórn fyrir páska. Nýr borgarstjórnarmeirihluti skoðar að gera kjarasamning við kennara án aðkomu Sambands sveitarfélaga. Borgarstjóri segir í því ekki felast neina hótun. Forseti Úkraínu segist reiðubúinn að segja af sér í skiptum fyrir NATO-aðild. Rússlands her gerði í nótt sína umfangsmestu drónaárás frá upphafi stríðsins. Við erum enn að reyna að átta okkur á hvað gerðist, segja Væp-bræðurnir sem unnu söngvakeppnina í gær með laginu Róa. Þessum fréttatíma lokið, en við minnum á beina útsendingu frá undankeppni EM í körfubolta karla. Ísland mætir Tyrklandi eftir nokkrar mínútur í beinni útsendingu og getur tryggt sér þátttöku á EM. Takk fyrir samfylgdina helgina, veriði sæl.
ljúffengir smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Gerðu vel við þig og gestina. Hagkaup.